Já, sælulega velkomum Plótum Huga Við erum að roka handheld módina sko. Ég veit ekki alveg hvað ég á að horfa allavega, hann Alex kom í viðtal til mín í dag ógeðslega skemmtilegur, við tölum allt frá myndatökur, camera equipment, stöð 2, allt sem hann að gera núna. Hann sem sagt myndatökumæður, aðalega tjekkja snjókalli.is snjókalli.com ef vilji fá vilji panta tíma í portrait eða fermingamyndir eða fjölskyldumyndir eða hvað sem Mæli virkilega með að tjekka á Instagram hans, það líka snjókallinn aðalega sko, hann myndatökumæður en aðalega bara manneskja sem bara prófa sitt í dag sko, hann með þætti á stöð 2 á leiðinni fullt að dóti í gangi, honum við ætlum að tala meira það á podcastinu, en mæli virkilega með að tjekka á snjókalli.com og Instagram hans. Aldrei sé þig áður, hefum aldrei talað varum þetta í fyrsta sinn en ok, við erum að taka þetta upp í annað skipti. Velkomin að potti, ég heiti Friki, snjókallinn Alex Þannig að Gaur, þú ert myndlistamæður, þú ert með þætti á stöðu 2 núna, þú fórst í Borgó, þú náður að lifa eftir Riot daginn, búin að ganga gegn mikið Já. Getur þið að byrja bara svona hvernig byrjaði þú að fíla myndlist og vídeóupptökur og svona? Sko, náttúrulega byrjaði bara í 5. bekk eða, nei, sem alltaf í fyrra sko, þú ert ungur maður þetta bara í 5. bekk í fyrra sko Nei, fyrir svona 8-9 árum þá bara, ég og vinni mínu bara eitthvað að taka upp lítil heimskuleg vídeo í grunnskóla eitthvað sumarið og sem bara þróaðist það yfir ég vorum að taka upp aðeins stærri stuttmyndir og nú erum við að taka upp miklu stærri stuttmyndir og mögulega bíómynd og eitthvað. Já, ég meina, þú talar áðan inn að stöðu 2, hvernig byrjaði þú í því, þið voru að gera stuttmyndir og svona, þú sagðir að félagin var að senda til stöðu 1 og svona, nei, hann að rúf og eitthvað. Já, basically bara, hann Kristóður Páll vinur minn og Konráð, annar vinur minn, þau voru að skrifa ykkur á fótboltaþætti. Great guys. En já, þau voru að skrifa ykkur á fótboltaþætti saman eitt sumarið og síðan kláraði það og þeir eru eitthvað að senda handritin á hugmyndadag og rúf og já, það bara gekk ekki alveg, síðan fekk hann hugmynd bara eitthvað að senda á rúf, bara hey, ef ég gerir svona proof of concept trailer sem bara svona fake trailer fyrir þættina, hvað segið þið að, þú veist, gefa okkur séns og rúf bara, já, skulum gefa okkur séns og tökum við eitt kvöldið, tökum bara eitthvað frá 6 kvöldið, þá byrjum við að taka þetta upp, tökum við bara fake trailer fyrir þættina, finnum við einhverja leikara einu fucking kvöldi sko, bara einu kvöldi og síðan kl. 6 nóttina klárum við þetta og ég er að exporta þessu og síðan bara daginn eftir að senda við þetta á rúf og síðan tek ég frumstæða ákvörðin og senda á stöð 2 og við fengum jáfar báðum. Það fengið já bráðum. Við fengum jáfar báðum. Ég sínaði rúf. Þú sast hann eins og eitthvað boss og bara erum við að velja á milli þessa sætið stelpurina. Ég tek stöð 2 Sorry, Rúf sagði nei. sparkaðar í rúf sko. Þetta var líka e-mailið sem sendi er Ragnheiður ljósaragjallan úr Astropíu. Já, Það er gjallan sem var að tala við mig rúf þá. á rúf, já, inn á e-maili. Nei, ég fatt að það er þetta bara ég var búin að vera að tala við rúf sjálfur sko, Já, út af jóladagatali sem ég ætlaði að gera fyrra reyndar. Já, hvernig þú talar mikið á hann sko, búin að tala mikið rúf. Byrjaðu að bara, eru þeir ofta að leita fólki til að gera alls svona verkefni eða? Já, þetta var alveg sko, hugmyndadagur í fyrra. Já. Ég sendi, hann sendi þessa fútboltaþætti en ég og annar verið mér voru búin að skrifa jóladagatal sem við vildum taka upp sem væri svona PG-13 íslenskt jóladagatal með nýr þáttur fyrir hver dag þá eitthvað svona. Já, þetta voru þá 24 þættir Nice. 5 mínútur sem þetta var alltaf 4 tímar í heildina þetta verið og við erum að fara að taka þetta upp með jóli núna gefum þetta í maja næsta ári. Já. Nei, but wait Veistu með það? Já, er það að fara að gera fyrir jólum núna? Við erum að fara að taka upp bara sjálfur sko, taka upp jólin núna og gefa út jólin 2022. Já, sko, akkurat að því að verður náttúrulega snjór og svona. Já, og þetta er sko stort CG verkefni líka að því við viljum sko, ég sé fyrir mér risablokk og þetta er gluggagægir og við sjáum bara ógsta langa fætur og hann er eitthvað að horfa inn til einhvers. Já, ok, fuck já maður, það var geðtöf. Og svo inn í einhvern skóla, það er öryggisvörður og svo heyrðist bara stúfur og
Þetta er bara hryllings þetta. Ó já, gæir, það er svo góð hugmynd maður. Bara, að því þú veist, þetta er boring saga sko, þú eru að spin it. Já. Þeir eru svona morðingja jólasinnar. Jokes. Hvernig þú veist, myndum við þá bara special effects skilur þessi fóta þá eða? Já, við ætlum bara basically að prófa okkur áfram, bara að reyna þetta. Já. Vinkona okkar er búin að vera mjög mikið í svona SFX make-upi. Er hann að taka? Just fucking, sko bara, já við tókum þetta upp á hann, það kemur bara nýtt. Ég var að djóka, síðasta podcast sem ég tók, við vorum að djóka mynda bara, myndan fucking, þetta er bara, ok, við erum góðir. Þannig að vinkona einn hún er búin að vera bara í SFX make-upi bara ósla lengi. Já. Og hún getur gert bara eiginlega hvað sem er ef hún er með náðan tíma. Já. Þetta er málið, bara surround yourself with experts. Já, og búið til geggja verk. Ég sá bara tækifæri bara, stelpa í bekknum mínum sem kann SFX. Ey, á ég var að tala um stöð Yes. Svo vildi ég líka bara til og hún er mjög falleg og aðalmótilið og eitt af aðalmótilunum á Snjókallin líka. Ok, verður hún the protagonist á eða? Nei, hún er hérna meira held ég að mála annað fólk. Já, hún er ófeimin til að leika. Já, ok, skil. Ég held að það var bara eitthvað, þú gerir special effects og leikur í þessu og whatever I need. Nei, hún elskar það myndavæla þú veist að mótela ljósmyndir og eitthvað. Já, það er hérna mannst eftir, ég veit ekki hvernig það var í grunnskóla þínum en þegar var svona Halloween eða eitthvað, þá gerum við oft svona allan ganginn, gerum svona spooky og við vorum öll skreitt með svona zombie make-up og eitthvað og gerum svona hryllishús, skilur við. Gerðu þið það í grunnskóla? Við gerum það einu sinni bara? Já. Það var félagsmiðstöðin. Já, ok, þannig. Því þú veist, þetta var svo gaman að sjá bara hversu mikið svona artistar við vorum með í bekknum, skilur við. Og svo, þú veist, ég var í einhverju herbyggi svona, chained up og félag mig var með chainsaw, svona fake chainsaw og var að gera svona og veist, það voru 6 ára börn að labba hérna og hann var að gera svona og þá fór krakkin að gráta og ég leiði, ég tók þetta á langt. Það er svo gaman. Þannig að þið var að gera eitthvað svona með jólasveina, það hljóma mér svo ógeðslega skemmtileg hugmynd. Það er bara að vera peppast og svoleiðis. Já, og þetta sko, þeir eru að reyna að drepa aðalgæjan af því að hann keyrir yfir jólaköttin. Það er bara fyrsti þátturinn, hann drepur jólaköttin. Já, wait a minute, nei, ok, mannst þú kannski eftir þessu, þetta gerist í Keflavík fyrir kannski 2 árum, það keyrði ykkur yfir kött, tók köttin inn í bílinn og tók snapp á því. Varstu ekki eftir þessu? Nei, þessi gauð var sko rekinn og bara þú veist, bara tossed around í vísir og fucking, það var svolítið eiginlega lífið hans frá að, en já, hann tók þú veist ykkur köttin inn og ætlaði ekki reynilega, þú veist, henda honum með eitthvað, I don't know, ég hugsaði bara, ok, heyri í þessu gauð. Hann er með reynslu. Þið þurfum ekki til að dreipa köttin vel, sko. Já. Þetta var ómikið. Fyrstu þáttur þetta bara cancelled. Það var eitthvað Jesus Christ, man. Já, nei líka sko, jólakötturinn, hann er big. Gæðin að keyra við jólaköttin, það er bara svona að sé að keyra þú veist á byggingu eða eitthvað. Já. Bíl rústast eða eitthvað maður, ok. Já. Ég hlakka til að sjá hvernig það er og maður, það er áhugavert að vera á settinu og sjá hvernig þetta er fokkin gert og svona. Já, þetta er skemmt. Alltaf eitthvað nýtt að gera sko. Þannig að ég kynntist þér frá að sjá bara auglýsinguna á Instagram. Já. Að þú veist fólk er að bóka þig í svona, hvað maður að kalla það þurr? Bara ljósmyndatöku. Og kannski lýsa það fyrir okkur, hvernig þetta byrjaði og svona. Já, bara hvernig ég byrjaði að rukka. Nei, hvernig ég byrjaði að taka myndina alltaf. Hvernig ég byrjaði að rukka. Þú veist bara ekki Instagram bara ég vildi bara get paid. Hei, má ég koma í myndatöku? Og þannig byrjaði ég að rukka krakkar. Eitthvað spurði mig peningur. Já. Nei, ég var alltaf að taka myndir bara ég held ég svona aðalega að byrja að taka flottar myndir þegar ég byrjaði að taka myndir á setti í lokaverkefninu mínum í kvikmyndun. Okay. Þannig að ég var alltaf, ég fór kannski á settin og ég var alltaf með myndaðala mína bara og ég tók bara gett flotta myndir af cast og crew og síðan kom sumarið og ég hætti basically með kærustinu minni fyrirvændi kærustinu minni að því að hún bara toxic, hún vildi ekki leyfa mér að hanga með öðrum stelpum og eitthvað. Þannig ég tók bara rebellious move ég ætla bara að taka myndir bara fullt af stelpum og bara hanga meira með stelpuvinkunum mínum og eitthvað og bara fyrstu myndatökunum mínu voru með Láru vinkunum minni og
það er bara skóla mjög langt niður, þá sérðu hérna það er bara rétt á undan andamyndunum, þá sérðu hana í einhverju tré og eitthvað, það er eitthvað artsy myndir já. Og þær fór yfir og síðan hérna Victoria Lazar einhverna mín, algjör make-up Já, Victoria, já, það er fyrsta edit sem ég sá maður, ég er búin að þekka hana snappinu í svona langa tíma út af make-upinu og svona. Já, hún er mitt þarna, ég kynntist henni að ég var að taka upp pilot fyrir einhverja gæja og hún var make-up artistinn. Nice. Já, og síðan greinilega hef ég tekið myndir af henni, ég tek mynd af henni 2017 á Gay Pride. Já, ég bara kannast andlitan, ég bara wow, fór alveg bara svona á gamla myndir, ég bara holy shit, og sett á hana is that you? Já, nice maður, þannig að og þú bara byrjað, því það er svo cool, þú með svona nýjan ljós og eitthvað shit. Já, það er bara cool, sko. Það er basically bara ljós sem að hérna, við hefum keypt fyrir þætti og eitthvað. Já. Ég er bara eitthvað, hei, ég ætla að taka ljós sem bara þetta lítur líka, því ég veit að þetta er auðvitað svolítið bara simple og svo bara fer þetta í Lightroom og svona, en þetta lítur fucking vel út, sko. Þannig að bara props maður. Ég reyna alltaf, ég held að myndinu mínu mjög byggðar svona eftir á. Já, akkurat. Já, það verða mjög mikið eftir á. Þetta er sama með þessum stuttmyndir og svona the movie is in the editing og alltaf svona. Já. Þú klippir þetta, þá er þetta bíómyndin, skilur við. Sagan breytist, þú skrifar handritið, þú tekur þetta upp og þú klippir þetta. Þess vegna er oft svona daunting þegar maður er að ákveða að gera eitthvað, þú veist, þetta hugmyndin breytist bara með tímanum og hvað það verður, sko. Síðustu útkoman er kannski ekkert eins og heldur, skilur við. Þú veist, kötturinn átt að vera svona stór, svo er hann kannski bara, þú veist, tiny. Hann er bara allt herfikið hann er bara dýrvætturnin, sko. Hann er bara, ég sé hann ekki, sko. En þannig að þú, sko, hvenær launchaður svona, þú varst bara svona að auglýsa smá og svona, og þú ert núna svolítið mikið að auglýsa og... Já, ég fór big time auglýsa big boy fyrir þarna myndatökunum svo helgina. Já. Þetta er bara nýbyrja, right? Þetta er bara, ég er svona bara alveg full on fór að nota story-dæmið og eitthvað þannig og posta, ég ætla að prófa núna bara að posta daglega í 30 daga. Akkurat, bara svona challenge getur þú veist bara stækkaði margótt, sko. Já, gá bara hversu mikið, ég hef búin að hækka 20 á viku. Það er gott trajectory, sko, bara. Það er alveg flott, sko. Það er líka það er svo margir sem bara svona búist þau bara eitthvað, ég gerir 3 post eitthvað, þá fæ ég 200 strax bara bæjum. Já. En þú veist, ef þú gerir þetta í 10 vikur áttu komið, þú veist, 2000 eða eitthvað? No, wait. 200? Já, en samt svona, þetta er alltaf svona, ég reyna alltaf að reyna að fara fram þegar horfa eitthvað á aðra, bara eitthvað, þessi með 1000. Já, akkurat, það fokkar mann upp, sko. Já, ég freka til dæmis eitthvað horfa eitthvað, vá, ok, ég er með 700 núna, fyrir ári var ég á 300. Þannig að ég er búin að vaksa svolítið mikið. Akkurat. Þetta er þetta, ég til og með þetta á hann, ég er búin að snappa í mörg ár og svona, og ég vil fara að færa minna á Instagram og ég prófaði þetta þegar ég byrjaði þetta podcast í desember, að bara ég hætti á samfélagsmiðlum að því að þetta var svona toxic að alltaf að checka þetta og eitthvað bara skoða my likes og eitthvað séð. En ég ákvað bara, ég ætla bara að geta fyrir þetta, ég ætla núna að posta daglega annarkvæmt podcasti eða þú veist eitthvað djóka eitthvað, og þá er ég búin að tvöfalda töluna, skilur, bara á einhverjum 6 mánuðum eða eitthvað. Já. Og þú veist, svo bara heldur áfram bara consistently að gera það, og með hvernig þessi vídeo sem þú að gera svona með auglýsinguna, þú veist, hei, þetta er þú veist, með svona cool caption sem fólk alveg þú getur gert með fermingamyndir og fucking hvað sem er, sko. Já, ég hef tekið 2 fermingamyndatökur. Oh shit. Eina án þess að fatta að væri fermingamyndtaka. No jokes að er það að taka? Stoppa þig, what the fuck, maður. Ég ætla bara að djóka. Ég var að tala um fermingamyndatökur. Akkurat. Ég tók eina fermingamyndatöku án þess að fatta það. Bara óvart, bara. Já, eða þú veist, ég var með svona headshot myndatöku. Já, hérna í ágúst í fyrra. Já. Það sé ég bara eitthvað, þetta var fáránlega, þetta var 5.000 kall og þú mættir í svona 20 mínútur og fórst síðan. Já, með svið bara núna helgina og það var bara 15 kall. Og já, basically bara, það er alveg nokkuð sem senda á mig og var einn sem bókaði fermingamyndatöku, sem var einn sem bókaði mig og hún mætir og ég eitthvað, þú veist, hún lítur út fyrir að vera 18 ára, allavega og mætir með mömmu sinni samt og ég eitthvað, ég horf á félagin bara eitthvað ok, kannski hún bara mætir mömmu sinni, sen er ég að byrja að taka hana og þetta er okkur svona, ég fyrir bara í því stálega creative dæmi, ég bara, ó já,
tek dematinn það er svo minn gaman. já, og síðan, þú veist, er ég eitthvað að tala við hann ég er alltaf að tala við mótilinn bara með hann bara eitthvað, já, hvað er alltaf að fara að nota þessar myndir í og hún eitthvað, já, ég veit það ekki eitthvað, mamma, hvað hefur nota myndirnar í fermingamyndatöku og ég eitthvað, horfa á vinn minn og síðan, þú veist, þegar gellan og mamman eru farin þá eitthvað, horfi ég þá bara eitthvað loka hörðinni strákar, ég held nú 13 ára gellan lukkaði fyrir Þetta var bara krakki. já, en þetta og myndina voru bara cool sko, gellan var alveg bara með svona andlit eins og bara Vogue-módel eða eitthvað Töff. já, Finnst ekki, þú veist, það er gaman líka, skilur, þú veist, að þú varst alveg þetta að líta fucking sick og... já, ég er helgina líka þú veist, eða einhvern veginn ef að manneskjan myndast, eða bara ef manneskjan líður vel, Já, þá, þú veist, koma myndina vel út akkurat. Það er þú veist, ég sá, Viktoríu og Ágústu. Ágústa er alltaf, hún er alltaf með svona, hún lítur út svo Biggie, hún er cool, skilur, en þú veist, þannig að þetta var gett töff myndi með hann svona blómun og eitthvað, hún er alltaf looking badass eitthvað. Það er bara, þú veist, það er arty og cool, sko, þannig að, en ég meina, með fermingamyndatökur, ertu ekki að búast við að fólki vill eitthvað svona, þú veist, við í kjólunum og... það var með þannig, sko, með hina fermingamyndatökuna þá vorum við að hvíta bakgrunn og ég var að taka svona næs myndir af henni það var þetta okkur feimin stelpa eitthvað en ég var búin að æfa bara hæfileika minn að tala við fólk á meðan og gera það svona þægilegt og láta það brosa og segja ananas Þannig að það var brosari Já Make sense, ok Ertu ekki líka bara að checka YouTube bara, þú veist, how to make your models feel, þú veist, comfortable og fucking... já, ég er mitt bara held að bara svona 80% af þess að ég horfa á er hérna bara að horfa á að bara hvernig átaka myndir og tala um mótel Svo kemur svona Harvey Weinstein eða eitthvað, þú veist, ekki gera svo Harvey Weinstein with your models En þannig að núna ertu sko, þú veist, út með síðu og það fá fullt af möntunum inn og hvað ertu svona að vinna í líka, þú vinnur á einna flatbökunni, já, vakstur þar og hvað var eða þessi skoðuna svona fyrir ég hef náttúrulega gefið 2 ljóðabækur Ljóðabækur, þú sagði ekki á hann, já, ég gleymi því sem Ljóðabækur, ok, þannig að útskýr þetta, hvernig já, ég byrja bara ég er búin að skrifa ljóð, ég veit ekki hvernig ég byrjaði en ég bara, þegar mér liður illa þá bara skrifa ég ljóð og bara svona, það er bara svona coping mechanism ég vildi hætta mig fyrir hann til kennslunni minni og í 2 mánuði ég vildi hætta mig í 2 mánuði en ég bara þorði ekki að gera það og þetta er eitthvað 32 erinda ljóð sem ég skrifaði og ég myndi sem var að edita það ég var bara aftur og ég var að skrifa það mæta heiminn þessi verkefni sko en ég bara með notes bara eitthvað og ég myndi sem ég gæti sko ég hef sett þetta upp og ég get gefið út bara svona 30 blaðsuna litla bók Fuck já maður, ætlar að gefa þetta út á, þú veist, á Amazon eða eitthvað svona eða? Sko, ég veit það nefnilega, ég hef reynt að gefa út þessar ljóðbækur sem ég hef núna gert og já, þetta er einhvern veginn veit ekki hvernig ég á að gera þetta er alltaf bara svona, hvernig markaður? Kindle, það er frítt að gefa út á Kindle og fólk getur borgað fyrir það þú getur gert það og þá getur þú gert bara link fyrir fólk, skiljur á Instagramun eða þannig að þú vilt þessar ljóðbók þú getur talað við unnur en að vinkonu Ágústu bók. Kannski hún með ekki tips já, það er henni sko. maður hugsa alltaf séruglega ógeðslega dýrt að láta búið til actually í bókina en þú veist þannig að já, ég er búin að búið til bókina já, hún er komin bara já, ég er búin nokkur eintök ertu búin, sorry, wow ég er búin að gefa út fucking idiot man þannig að, ertu bara að selja þetta á Instagramunu eða hvernig svona já, svona, þegar ég feel like it ég byrjaði, þegar ég gaf út setni bókina mína þá var svona, byrjaði að auðlýsa síðan bara eitthvað, nenni ekki að auðlýsa og ég var með kassavinni heima og ég eftir að henda mér aftur í að taka ég meina þessi snjókalli.is það getur verið bara svona annan tab eða eitthvað já, ég geti því en cool já, tókum við sérstaklega ljósmynd og tökum daginn sko til að taka myndir af henni en það var á því tímabilið þegar linsa mín var eitthvað með eitthvað vesen og kom smá úr fókus eða allt lendur í því þú veist að er svona horror stories eitthvað, maður lendi í því og ætlar að eitthvað kemur til inn og þú myndælinn er eitthvað fucked eða sko, ég náttúrulega lendi í því ég kemur vekk fyrir hluti eins og að eiga ekki SD-kort og eiga ekki batteri ég á 2 batteri, alltaf með 1 hlaðið alltaf bæði hlaðið en alltaf 1 auka hlaðið og svo bara fullt af SD-kortum já, en já, ég tók daginn og tók ég vinkonu mína í myndatöku og ég hef ekki sagt henni þetta
allar myndindar eru smá úr fókus. Já, ok. Já, Shit. eða þú veist, ég kannski sitt þar í Lightroom og ég er eitthvað að vinna þar, ég er bara eitthvað, holy shit, það komar ekkert vel út. Eða bara eitthvað, hún kom ekkert vel út, hún Já, Já, þá ég bara tekið myndir á vitlisum pörtum og þetta er ekki, já. Þannig hvað gerir þá, veist? Ertu bara aftur eða? Bara þú veist, fer ég heima að gráta smá sem bara sest ég niður og ég er að vinna með mindsetið bara, ok, Alex, þetta þarf ekki að vera fullkomið. Já. Bara klára þetta svo þú getur klárað þetta. Af því annars mun ég bara ekki gera það og gleyma því í svona hálft ár. Já, ég meina gætur þau, veist, hefur ekki lent í að þurfa bara, hei, getur þú koma aftur bara, veist, bara. Ég er endur að, jú, ok. Ég tók hérna myndir af einni daginn og flakkar minn eðilegist. Shit. Og já, veitu, okkur horror stories, 3 flakkarar. Jeez, hvað er það að gefa þess að flakkar á mig? Einn flakkarinn, hann eðilegist, bara hætti að virka. Ok. Annar, að kom vírus á hann. Það kom vírus. Hvað er það? Og bara korruptaði alla fælana. Þú veist að skoða bara klikka klámi í setjum. Já, nei, ég ætla að reynda að downloada eftir og fætt setja bara. Já. Son of a bitch. Og svo þriðji, hann hérna bara hætti að virka. Ég var að klippa þetta fyrir hérna frenda minn. Ég var að fara að gefa út fyrsta þáttinn. Bara daginn fyrir. Þá bara allir bara hættir flakkarinn að virka. Og ég næ ekki að opna hann. Og ég bara eitthvað, frendi, við þurfum að þátturinn getur ekki farið út, sko, ég þarf að klippa þetta aftur. Já. Man, ég var krakki og þú veist, náttúrulega einir sem þetta fættar mig og kannski vídeóin mín, en þess að þetta verður stærra skilur, bara fuck me, man. Já, ég veit sko, ég er að vinna í að plana annan tökudag fyrir, ég þetta, þú veist, endurgreiða gælu, þú borgaði með, þú veist, pening til að koma og taka myndir og eitthvað. Djöðlinn maður. En ég meina það er bara, maður lærir mest af mistökunum, sko, þú veist. Honestly, já. Pirrandi þetta er að bara, ég er bara að læra að bakka upp, sétum við. Já, akkurat. Erst þú, sko, það er hérna að vera með Mac núna, það er veist, iCloud og allt þetta drasl, svona við Apple Ecosystem. Já. Þú kemst ekkert úr því. Þú getur ekkert fært draslit frá iCloud yfir í Google Drive eða eitthvað. What? Þeir láta að vera bara insanely hard. Ég ætla eitthvað svona, að því að ódýr hafa Google Drive og svona þægilega milli Windows og eitthvað. Já. Þannig að bara eitthvað, ég nota það, just næ, þú bara gotta have both. Shit, já, ég er bara með 10 terabætin á Drive. Já. Svo lengi, ég er með 10 terabæt sem bjóði til snjókallin e-mailið og það fylgir greinilega 5 terabæt með hverju e-maili og ég get búið til Wait, terabyte? 5 terabæt Er Google Drive þá að Já, ég er með 5 terabæt þar og ég er með 10 terabæt á Google Drive. Fylgir og kannski með 9 e-mailum. Nei, að ég er með svona workplace dæmi. Ó, ok, þannig. Já, því ég keypti því svona snjókallin. Wait, meinar hérna domeinið þá hérna? Já, ég keypti domeinið í gegnum að búa til Google account. Ég keypti Google One. Ok, við þurfum að tala um þetta. Já, þetta er snið, sko. En svo hérna, mér langar eiginlega að spyrja þig með vefsíðuna, hvernig bjóstu til hann sjálfur bara WordPress eða hvað er svona? Sko, það er hérna portfolio. Gegnum Adobe, bara Creative Cloud. Já, ok. Það er bara portfolio, það er bara síða og þú getur bara búið til síðu. Já, það keyptir. Já, sem kaupir bara lén og festir það við síðuna. Cool. Já. Og hérna eins og domeinið, þú veist, hérna snjókvæli.is, keyptir það share eða? Já, sko, síðan er snjókvæli.com. Já. Ég basically nýbúin að kaupa bara snjókvæli.is af því ég var að fatta að það var eitthvað knét, eitthvað, þú getur keypt bara fullt af lénum. Já. Og ég bara tengdi þannig að snjókvæli.is það bara linkar að snjókvæli.com. Já, akkurat, þú getur gert þetta með ógeðslega mikið, þú veist. Þú getur keypt 10 linka og þannig að því náttúrulega aðan málið er, þú veist, þegar fólk googlar þeir sjá þitt fyrst, ekki þannig að Já. Ok, þetta er, Já, mér að setja eitthvað Google Ads dæmi í gang nýlega. Og þannig að er þetta allt gegnum þetta portfolio dótana? Síðan bara gegnum portfolio dæmi, sko. Það er bara hérna sjálf vefsíðan. Já. Ég var með svo uppfæran í gæri og eitthvað. That's pretty cool, man. Það er bara þetta að byrja, bara prófa þetta, prófa þetta í gang. Já. Fuck, man. Þannig að þú ert að vinna núna, já, jóladóti, við erum að tala um það. Hvað getur sagt hvernig þú náður að selja fyrsta þáttinn til Stöð 2? Þú komið svona, alltaf þitt ykkar budget, þið borgar alltaf fyrir það, ekki? Jú, við sem sagt bara vinnum við á með handritið, þeir setja á Stöð RÚV og ég bara tók það, þeir senda á RÚV, fengu nei, sendu hei,
má ég gera fake trailer og þá kannski Já, kannski skiptum hugun Já. og Rúf bara eitthvað, já þið með prófa að gera það og við gerum það á 12 tímum Já, bara like that bara gerðum bara 12 tímum, tókum allt dæmið og gáum þetta og bara klipptum þetta og þetta er sko, þetta er private ef við erum búin að deila þessu svo oft þetta er komið 200 áhorf Já, og þetta var á private video Já, það er allir búin að sjá þetta samt, sko, nice. já, og við sendum það á stöð 2 og stöð 2 bara glist það vel á þetta þeir voru bara, já, ok Þannig hvenær er þetta að fara í production? Já, í lofti bara Við tökum þetta upp í maí Nei, við erum að taka þetta upp Við erum svo búin að bara taka ykkur að 25 tökudaga og dreifa þeim frá maí yfir í ágúst Og er þetta allt ykkar eigið equipment eða er þetta bara að leiga þetta út? Við eigum svo mikið að sittu, sko Já. Við keyptum Blackmagic vél What? Nice Já, veist, við eigum Blackmagic vél síðan á vinnur okkar Blackmagic vél Hvernig það? Þarftu að kaupa þú veist Þarftu að kaupa Cupid og fucking linsur og allt eða? Við keyptum þú veist bodyið sem getur cage utan bodyið sem getur svona rafrænt millistikki yfir í kanólinsur og ég náttúrulega alltaf ég hef fullt af kanólinsum út af myndalinu minni Það er það bara easy does it, bara tekið það Já, en það kostaði náttúrulega alltaf gera 270 Já Takk fyrir manni, þessi Blackmagic vélar er fuck dýra, sko En við keyptum hana við borguðum ekkert í henni Já, ok Við seldum aðra vél sem við áttum Já áttum Fuji vél og við seldum hana bara og nice. allt úr henni borgaði upp vélina Nice Já Það er hvað þurfi, bara 2 myndavélar og mæka og svona og verður þetta allt skotið úti eða eitthvað svona? Sko, já, þetta er allt bara við erum búin að redda leikurum við erum bara eftir að redda nokkrum locations eins og hver aðalkarakterna heima og við töluðum við FH og við fórum að taka bara fritt upp hjá þeim og skrifstofum hjá þeim og eitthvað og svo náttúrulega að því að annar vinnur okkar var að taka upp bíómynd í fyrra þannig að hann keypti fullt af ljósum Já, nice og við erum basically sko, þannig að við erum sett bara Já, en þetta er eiginlega bara orðið þannig sko við erum svo ofta að fá ljósin hans ljósin hans er eiginlega basically bara okkar og hann færa þá bara þegar hann vil þá Já, þannig bara, ok, nice Við erum eiginlega bara alltaf með ljósið hans og, Já, það þarf að share með Já, síðan þekkjum við líka bara vel gæja Siggi Media sem er bara átækjalegu og Já, það fyrir bara, ég sá eitthvað á Instagram og varst að fá eitthvað leikt og ég var ekki spælt í því þú veist, bara, ég get leikt út Já, þetta er mitt Það gett cool að heyra þetta hjá þér því, veist, þetta er allt, þú veist, bara making deals þú veist, FA og fá lánat á tier og tekir þetta upp og færi þetta til stöðu 2 Þetta er bara, þetta er mjög cool, man Já, þetta er bara svona, bara prófa Já, þetta, þú veist, er þetta ekki bara góli, skilur að verða bara vinna meira artiðinu, þú veist Já Geta hægt að slinga pizzurina Hægt að slinga pizzur bara steikja vídeo Slangin vídeo síðan Sérðu þið eitthvað fram svona ertu búin að skoða, þú veist ef þú nærða að bóka svona mikið á mánuði þá getur þú bara hætt Já, þetta er svona mér langar að gera, en síðan er líka svona það er gaman að vinna á pizzastanum Já, það er líka það Já, en ég er alltaf að reyna að vera svona ég er að minka með aðeins svo ég þurfi ekki að Já, það getur tekið fleiri verkefni okkar Þetta er þetta sama og flesta sem ég tala við sem hafa byrjað fyrirtæki og eitthvað svona bara, þú veist, taktu bara sensinn og halda áfram og bara, ég vona að þið gangi eins fokkin vel og getur bara og það verður bara huge Hvað viltu plugga, hvað getur fólk fundið, hvað getur panta? Þið getur fundið mér alltaf bara á snjókalli.is snjókalli.com eða panta var hjá mig bara á alex@snjókalli.com Fuck yes, man Yes Check Instagram, like all that shit Takk fyrir að koma